Hér á Siglufirði margt skemmtilegt að sjá og hér ein vel falin perla. Það ljósmyndasögusafn. Safnið í eigu hjónanna Baldvins og Ingibjargar sem eiga ljósmyndaverslunina Beko í Reykjavík. En safnið hér á Siglufirði. Við ætlum að kíkja inn. Hér hefur verið alls konar starfsemi í gegnum árin. Jú, mjög. Allt frá því að bara vera íbúðarhús og tréverkstæði, efnarannsókn, efnaframleiðslu fyrirtæki og aftur trésmíðaverkstæði og fleira. Og svo núna þegar Baldvin keypti og Baldvin og Inga, þá gerði hann þetta upp frá upphafi. Þannig að það bara eins og lítur út núna. Þetta var bara, hann mátti nánast taka húsið að innanverðu í nefið. Já. Það var svo fúið og lélegt en veggirnir eru úr steinsteypu, þannig að það stóð fyrir sínu. Já. Hvað hefur safnið verið lengi hérna í þessu húsi? Þetta er 3 ár, 17. júní fyrir 3 árum síðan. Já. Og þetta er opið bara... Það er opið alltaf daga þegar eitthvað að vera í bænum. Já. Og svo bara að hringja í 2 símanúmerur sem gefin út píða fyrir utan og við komum á vörmuspori, 5 mínútur mestarlegi. Og er þetta mikið sótt? Það er þó nokkuð mikið sótt en mætti vera meira því það er kannski ekki nógu mikið og nógu vel kynnt. Hvað er margra ára saga hérna? Hvað er þetta gamlar vélar? Þetta er frá því fyrir aldamót, elsta vélin og handsmíðaðar vélar aldamótin. Og þetta hefur svona... Myndavélar sem voru notaði til að taka á, skal ég segja, glerplötur. Ekki filmur eins og var síðar og svo náttúrulega komu filmurnar öllum með mismunandi stærðum og voru mikið notaðar. Og hvað eru margar vélar hérna? Það eru hérna milli 4.000 og 5.000 munir en hann ná margfalt meira 20–30.000 muni til viðbútar. Það bara vantar pláss til þess að setja allt og á eftir að koma ýmsu fyrir. Og elstu vélarnar eru hvað vel ríflega 100 ára gamlar? Já, og vel það. Og hér er svona saga á ljósmyndunar? Já, það má segja það og hann, hérna til dæmis í horni þá ætlar hann að koma fyrir hlutaða myrkrakompu, svona vísir af því sína áhöldin sem voru notuð. Og svona ýmislegt sem hann er með í bígerð en það er erfitt fyrir hann að hlaupa á milli, það er langt frá Reykjavík til Siglufjarðar. Jú. Þó þessi jafnlangt báðar leiðir, sko. Já. En þetta safn er væntanlega fyrir ekki bara ljósmyndaáhuga fólk? Nei, það koma hérna margir fleiri sem vakna bara áhuga á sögunni þegar þeir sjá gripina hérna. Já. Og fara að spurja fólk sem ekki hefur einu sinni tekið myndir. Það sem sé fær áhuga á því að skoða. Já. En það er ekki bara gamlar myndavélar, það eru líka gamlar myndir. Já, myndirnir hans Vigfúsar Sigurgeirssonar, sem Akureyrinks. Hann er hérna með mikið myndu frá 1928 til allt til 1952. Já. En megnið af þessu eru gamlar myndir frá 1929–30. Já, ok. Og teknar þá hér á Siglufirði, eða hvað? Já, þeir eru allar teknar hér á Siglufirði. Já. En safnið hérna, það er alveg ómetanlegt fyrir þá sem hafa áhuga á ljósmyndum, sko. Enda hefur hópur fólks sem hefur komið hérna, það hefur verið bara dolfallið. Já. Ánægt yfir þessu og furða sig á þetta skuli vera á Siglufirði. Maður sunnan úr Reykjavík sem kemur hingað norður, eða þau hjónin, Baldvin og Inga. Þau voru hérna öllum stundum, hann kom hérna hverju viku þegar hann var að byggja þetta upp. En hér er mikil og merkileg saga. Já, þetta er... Og margir flotti gripir að skoða. Þetta er mjög merkilegt og ánægjulegt. Siglfirðingar eru honum ákaflega þakkláttir fyrir þetta saman.